Jæja, kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri, aðrir gestir, það loksins komið að þessu. Ég heiti Skúli Bragi Geirdal, ég ætla að leiða ykkur hérna gegnum þessa athöfn hér í dag. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið mér sem annað heimili og ég veit að það óttalega klysja að segja slíkt en í mínu tilfelli það dagsatt. Mamma, Hafdís Skúladóttir, hún búin að kenna hérna alveg síðan að ég man eftir mér. Þannig að ég búin að mæta í, ég veit ekki hversu marga tíma í hjúkrunarfræði, fylgjast með nemendum, stinga hvert annað, setja upp einhverja þvagleggja og einhverja dúkkur. Það voru ekki snjallsíma til að halda mér uppteknum, þannig að ég þurfti að fylgjast með á fundum. Þannig að það nú komið ágætt stofnana minn í mig svona þegar kemur að þessu hér. En allavega, kennararnir hér í þessari deild sem við erum samankomin hérna í dag, þetta eru svona meira og minna hálffrængur og hálffrændur mínir hér í dag. Á mínu heimili kom aldrei annað til greina en að fara í Háskólann á Akureyri, að sjálfsögðu, ekki samt í hjúkrunarfræði, heldur eitthvað annað. Þannig að ég útskrifaðist héðan, síðan búin að vera að kenna hér, þannig að Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið svona mín heimahöfn. Alveg sama hvert ég hef farið í lífinu, þá hef ég alltaf getað komið hér í opinn faðm, í heimili og ég vona sannarlega að Háskólinn á Akureyri verði sá staður líka fyrir ykkur. Það er sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin hér á brautskráningu kandidata hjúkrunarfræðideildar og iðjuþjálfunarfræðideildar 2026. Kæru kandidatar, ég man vel eftir því að hafa verið í ykkar sporum. Stoltur af afrekinu, fullur tilhlökkunar fyrir komandi tímum, en þurfti samt að takast á þessar blendnu tilfinningar að það eru komið að kafla skilum. Það samt og verður alltaf gott að vera háæðingur. Það viðeigandi að brautskráningin í dag, hún fari fram hérna innan veggja Háskólans á Akureyri. Hér eigið þið öll einhverja sögur, minningar. Einhverjir finnst þeir eflaust hafa verið nýnemar bara hérna í gær og engar áhyggjur, við tengjum öll við það. Önnur hafa tekið ófrá prófin í þessum sal, svo einhver tekið þátt í sprellmóti, árshátíðum hérna innan þessara veggja. Háskólaárin þau skrifa ákveðin kafla í okkar sögu. Einhver ykkar fluttu til Akureyrar, önnur mættu hérna samviskusamlega í lotur. Einhverjir kannski komu bara fyrir félagslífið, það líka bara allt í lagi. En hver svo sem ykkar vegferð hefur verið, þá eru þið komin hér í dag og þið megi vera stolt af því að vera hér í dag. Þetta hér dagurinn ykkar. En það loksins komið að því, ég ætla að biðja ykkur að slökkva á farsímum. Engar áhyggjur, það deyr enginn við það, þetta verður allt saman í lagi. Hér eru við með ljósmyndara sem að munu sjá myndatökur í sal og í móttökunni, þannig að myndirnar verða aðgengilegar ykkur að kostnaðarlausu á netinu á eftir, þannig að engar áhyggjur. Það verða miklu flottari en þær sem við erum að taka í símanum okkar. Það eru líka myndaboks hérna á svæðinu og ykkur frjálst að nota þau. Dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp, en fyrst munum gangi í salinn ásamt Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, Baldvini Má Hermannssyni, heiðursgesti háskólahátíðar, Hafdísi Skúladóttur, mömmu, deildarforseta hjúkrunarfræðideildar, hún verður rosa ánægð með að hafa sagt þetta, Sólrúnu Óladóttur, deildarforseta iðjuþjálfunarfræðideildar og Kristínu Þórarinsdóttur, brautastjóra. Þannig að núna vil ég biðja ykkur að rísa úr sætum. Gjörðu svo vel.
Verið velkomin í Háskólann á Akureyri. Heyrist ágætlega í mér, þetta mistur svona bergmál. Okay. Kæru kandidatar, aðstandendur, Baldvin Már Hermannsson, sem heiðursgestur Háskólahátíðar 2026, kennarar, samstarfsfólk og góðvinir Háskólans. Velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2026. Í dag gleðidagur. Við fögnum árangri ykkar sem hefur kostað mikla vinnu og þrautseigju. Það ekki rétt? Já, ok. Nú hafið þið náð þeim áfanga að ljúka háskólanámi og skiptir engu hvort þetta sé ykkar fyrsti áfangi eða sá síðasti. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég ykkur og aðstandendum ykkar innilega til hamingju með brautskráninguna. Við fögnum þessum áfanga á tímum sem einkennast af talsverðri óvissu og óöryggi. Stríðsátök víðum heim hafa haft áhrif langt út fyrir landamæri þeirra ríkja sem í hlut eiga. Hækkandi orkuverð, efnahagsleg óvissa og síbreytilegt alþjóðaumhverfi hafa haft áhrif einnig hér á Íslandi. Á sama tíma stendur íslenskt samfélag frammi fyrir stórum ákvörðunum framtíðina og hvernig við viljum byggja upp landið okkar á komandi árum. Inn í þetta fléttast sú staðreynd að við búum á þessari litlu, afskekktu og dreifbýlu eyju, þar sem náttúran minnir oft óþægilega á mátt sinn. Hvort sem að það eru eldsumbrot, jarðhræringar eða jafnvel aflabrestur. Það ekki alveg ástæðulausu á motto okkur Íslendinga þetta reddast. Þó að óvissan sé oft óþægileg, þá skulum við ekki gleyma að aukin menntun og þekking eykur skilning okkar á henni. Við skiljum einfaldlega betur flækjustig samfélagsins hér á Íslandi og víðar þegar við kunnum meira. Hlutverk háskóla ekki að útrýma óvissu, heldur að kenna fólki að takast á við hana. Með þekkingu, gagnrýninni hugsun og reynslu öðlumst við sjálfstraust til að taka upplýstar ákvarðanir, jafnvel þar sem enn ríkir óvissa. Þegar tekist á málefni dagsins auðvelt að hrífast með afdráttarlausum skoðunum og sterkri samfæringu annarra. Í hita leiksins getur líka verið freistandi að draga skýrar línur á milli okkar og hinna. Mála andstæðinga í dekkri litum en þeir eiga kannski skilið. Og gleyma því þannig sem sameinar okkur. Við skulum alltaf muna að áður en við erum stúdentar, Íslendingar, kjósendur, sérfræðingar eða stjórnendur, þá erum við öll manneskjur. Og að vera manneskja felur í sér að takast á við óvissu, gera mistök, ganga vel, skipta skoðun og auðvitað sem helst að læra af reynslunni. Sem manneskjur þurfum við líka að temja okkur að sýna öðrum virðingu og mildi þegar við stöndum frammi fyrir því að þurfa að leiðrétta mistök annarra eða þegar okkur greinir á. Það von mín að háskólanám ykkar hafi ekki aðeins aukið þekkingu heldur einnig dýpkað skilning. Ég vona að þið kunnið nú að greina kjarnan frá hisminu og geti metið staðreyndir og fullyrðingar á upplýstan hátt. Þessi kunnátta hjálpar þegar þið þurfið að takast á við vafaatriði og óvissu af festu, yfirvegun og heilindum. Þekkingin mikilvæg en hún ein og sér nægir kannski ekki. Háskólanám snýst ekki alveg aðeins bara það að læra námsefnið, heldur leið að tileinka sér aðferðir þeirra námsleiða sem þið völduð. Þið hafið lært að greina gögn, meta heimildir, leysa verkefni, taka faglegar ákvarðanir og klára það sem þið byrjuðuð á. Þess vegna eru þið hér í dag. Þið hafið öðlast verkfæri til að skilja heiminn og getið nota þau til að hafa áhrif á hann. Það skiptir í rauninni engu máli hvað þið lærðuð. Stúdentar Háskólans á Akureyri hafa lært fjölbreyttar aðferðir, sum ykkar hafa lært að hlúa að sjúklingum, veita viðeigandi meðferð, önnur hafa lært hvernig tryggja skuli öryggi við störf, lögreglu, en önnur hafa tileinkað sér nýjustu kennsluaðferðirnar. Öll hafið þið þó lært rannsóknaraðferðir, að skrifa akademískar ritgerðir, sem kannski ekki það skemmtilegasta sem þið gerðuð í háskóla, miðla kunnáttu ykkar til kennara og annarra og miðla upplýsingum. Nú þegar þið að verða brautskráðir HA-ingar, mun atvinnulífið yfirleitt ekki kannski hafa mikinn áhuga á nákvæmlega þeim aðferðum sem þið lærðuð. Það einfaldlega ætlast til þess að þið kunnið til verka, að þið geti beitt þekkingu og skilað árangri. Í því felst hinn raunverulega prófraun menntunar.
Það þó eitt sem ég vona að þið haldið fast í eftir brautskráninguna og það forvitnin. Heimurinn breytist hratt og það sem hefur dugað hingað til mun ekki endilega nægja á morgun. Ég ætla að hvetja ykkur til að halda fram að lesa, hlusta, læra, tala við hvort annað, spyrja spurninga og leita nýrrar þekkingar. Menntun lýkur ekki við brautskráningu, hún heldur áfram alla ævi. Og til að ná árangri í lífinu þarf hæfni, vinnusemi og eitthvað úthald. En það skiptir líka máli stundum að vera á réttum stað á réttum tíma, hitta fólk sem trúir á mann og fá tækifæri. Maður þarf líka þá að nýta þessi tækifæri sem manni bjóðast og geta nýtt sér þau til framdráttar. Þegar þið horfið tilbaka, munu þið eflaust sjá að eitthvað slíkt hefur nú þegar haft áhrif á það að þið eru hér í dag. Og þetta hefur hjálpað ykkur til að ná þeim árangri að útskrifast úr háskóla. Það svo undir ykkur komið hvernig þið bregðist við þeim tækifærum sem ykkur bjóðast. Metið tækifærin sem verða á vegi ykkar og hafið hugrekki til að grípa þau sem skipta máli. En einnig gott að muna að stundum allt í lagi að segja nei. Það stundum líka alveg nauðsynlegt. Og þegar vel gengur, sýnið auðmýkt og samkennt með öðrum. Fólkið í kringum ykkur sjaldnast síður hæfileikaríkt en þið. Það hefur stundum einfaldlega ekki fengið sömu tækifæri eða ekki verið eins heppin eins og aðrir. Kæru gestir, í ár spannar háskólahátíðin 2 daga og erum við með 4 brautskráningar-athafnir. Lengst hefur verið svo hefð við lýði að bjóða einum heiðursgesti til hátíðarinnar. Eftir að heiðursgestur síðasta árs, Bogi Ágústsson, fyrrum fréttamaður, flutti sömu ræðuna 3 svar, fannst okkur tæpast sanngjarnt að biðja einn einstakling að verja með okkur 2 dögum og flytja sömu ræðuna 4 sinnum. Því í ár erum við með 2 heiðursgesti, hvorn sinn daginn. Annar fyrir heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið í dag og hinn fyrir hug- og félagsvísindasvið á morgun. En við létum ekki þar við sitja í breytingunum. Brautskráðir stúdentar Háskólans á Akureyri hafa víða látið að sig kveða. Okkur þótti því við hæfi að bjóða 2 fyrrverandi stúdentum aftur heim í háskólann sinn til að deila reynslu sinni og hvetja ykkur til dáða á þessum tímamótum. Ég afspurni þakklát Baldvini Má Hermannsinni sem með okkur í dag og Silvíu Brím Friðjónsdóttur sem verður á morgun fyrir að hafa tekið svona rosalega vel í það að vera með okkur hér í dag. Í dag brautskrást 639 kandidatar og það met. Þessi tala til dæmis 7,8% hærri en fyrir ári síðan. Það eru 46 einstaklingar, ef við viljum reyna að reikna í hugunum. Einnig brautskráðust 6 kandidatar frá Háskólasetri Vestfjarða í athöfn sem haldin var á Hrafnseyri þann 17. júní. Í þessari athöfn núna brautskráum við 119 einstaklinga úr hjúkrunarfræðideild og 46 frá iðjuþjálfunarfræðideild. Það gaman að segja frá því að í hópi þeirra 63 hjúkrunarfræðinga sem brautskrást hér í dag 1300. hjúkrunarfræðingurinn sem við höfum brautskráð frá upphafi. En hjúkrunarfræði var eitt af fyrstu fögunum sem kennt var við Háskólann á Akureyri. Í hópnum líka 500. iðjuþjálfarinn. Þið getur svo reiknað út frá stafrófinu hver það Ég ákvað að vera ekkert að gera það. Háskólinn á Akureyri stækkar með hverju ári. Fyrir það erum við mjög þakklátt að fólk vilji koma hingað í nám. Þrátt fyrir þann árangur sem við höfum náð undanfarin ár gott að muna að íslenskum háskólum almennt þröngar skorður settar fjárhagslega og þurfum við ofta að taka erfiðar ákvarðanir sem hafa áhrif á til dæmis námsúrval og þjónustu sem við veitum. Þrátt fyrir þetta alltaf mikill metnaður, samhugur og áræðni á meðal starfsfólks skólans og fyrir það ég ævinlega þakklátt. Kæru kandidatar, þið eru nú hluti af þeim hópi sem ber nafn Háskólans á Akureyri út í samfélagið. Ég vona og til að sannfærð að þið muni gera það með stolti. Fyrir hönd kennara, starfsfólks Háskólans óska ég ykkur innilega til hamingju með áfangan. Megið þið nýta þekkingu ykkar af ábyrgð, halda áfram að læra, sýna öðrum samkennd og hafa hugrekki til að grípa þau tækifæri sem framtíðin færir ykkur. Hjartanlega til hamingju og gangi ykkur vel. Jæja.
þá er bara komið að þessu. Brautskráning kandidata. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar hvorrar deildar. Lófaður okkur eyrun þola ekkert mikið meira. En það samt sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem að hljóta viðurkenningar. Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, hann brautskráir kandidata en honum til aðstoðar eru deildarforsetar og brautarstjóri. Ágætu kandidatar, heiðursgestur, rektor, samstarfsmenn og góðir gestir. Til hamingju með daginn. Já, til hamingju. Kæru kandidatar, þið verðskuldið að vera hamingjusum í dag. En hjá mér þetta svolítið blendna tilfinningar. Þið eru jú að hætta að vera nemendur hérna við HA. En vonandi í mörgum tilfellum, bara í bili. Ég vonast til þess að sjá mörg ykkar sem eru útskrifast af grunnstigi í meistaranámi hérna fljótlega. Og fyrir ykkur sem eru útskrifast af meistarastiginu, þá ætla ég að minna á doktorsnámið okkar. Það með miklum blóma og vaxandi, en í millitíðinni þá vonast ég til að þið geti minnst verið ykkar í HA með gleði. Það reyndar oftast þannig að eitthvað sem inniheldur mikið af alls konar skilur eftir sig gleðilegar minningar svona þegar frá líður. Það það sem var alveg að drepa mann. Svo ég rifja nú aðeins upp fyrir hvern og einn hóp og þá hérna sjúkraliðanáminu að þá stingur fólk hvert annað til blóðs. Það var ábyggilega ekkert sérstaklega auðvelt. Jetti Jörgensen sem kannski að fylgjast með okkur hérna einhvers staðar stendur fyrir því. Í hjúkrunarfræðinu klásusinn hreint helvíti, segja sumir. Og í iðjuþjálfunarfræðinu ofboðslega mikill þvælingur í öllu vettvangsnámi og sérstaklega í starfsréttindanáminu. Ekki alveg einfalt. Og svo minnist ég þess af eigin reynslu að það gríðarlega erfitt að setja punktinn aftan við meistararitgerðina. En það nú þannig, og þetta reyndi allt örugglega mikið á, en það stór þáttur í hamingjunni sem við finnum fyrir í dag að þetta reyndi á. Þetta bara hugsum til fjallgöngu. Fjallgöngur eru erfiðar, það eiga að vera erfiðar. En þegar við náum tindunum þá breytast þessir erfiðleikar í hamingju. Mikið væri það nú gott ef við gætum öll muna það að það ferðalagið sem býr til hamingjuna. Þegar maður nær tindunum þá upplifir maður hana, en ef maður getur upplifað hana alla leiðina á leiðinu upp. Þeir sem að taka kláf upp á fjall, þeir eru ábyggilega ekki jafn hamingjusamir eins og þeir sem ganga. Það sem ég að meina og vísa til með þessu gervigreindin sem að frændur okkar í Færeyjum kalla reyndar vitlíki, svona eins og smjörlíki. Og ef ég mætti ráða einhverju þá vildi ég að við tækjum þetta öll upp og mun ég eftirleiðis kalla fyrirbærið vitlíki. En vitlíkið verkfæri sem auðveldur okkar að gera hluti, en það ekki augljóst að hún hjálpa okkur að gera okkur sterkari eða menntari. Svona að ofnota vitlíkið getur verið eins og að mæta með liftara í ræktina og þá þarf maður ekki að vera hissa á því að vera ekki sterkur, að vera ekki sterkari. Maður kannski betri því að drösla liftara á milli staða en ég ætla að hætta áður en ég mistir með þessari samlíkingu meira. En nú ætla ég að hætta að trufla hamingjuna og reyna að koma af stað afhendingu skírteina. Af heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviði brautskrást 286 kandidatar í dag. Þar á meðal eru kandidatar með MRM-gráðu í haf- og strandfræðastjórnun sem brautskrást í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða og hafa þau fengið skírteini sín afhent við athöfn á Hrafnseyri þann 17. júní eins og rektor nefndi. Þau eru Adam William Coates, Bethany Rose McKim, Katrin Amber Sender og Philip Sara. Við þessa athöfn hér í dag brautskrást 165 úr hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði deildum. Og nú fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræði deild. Við byrjum á sjúkraliðabrautinni og ég vil biðja Kristínu Þórarinsdóttur brautarstjóra að koma og vera mér til aðstoðar.
Nú verða brautskráðir kandidatar úr fagnámi fyrir starfandi sjúkraliða sem grunndiplóma. Og fyrst Andrea Patricia Moreira Suárez. Anna Lísa Sigfúsdóttir. Anna Spalevis. Ásta Dís Gunnlaugsdóttir. Elísa Finnsdóttir. Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir. Eyrún Ósk Óðinsdóttir. Fanný Dögg Jónsdóttir, en hún hlýtur viðurkenningu frá Sjúkraliðafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn í fagnáminu. Það bara... Guðrún Kristjánsdóttir. Guðrún Svava Þorsteinsdóttir. Gunnþórun Heidenrich Hastika Langa Þilaka. Ingibjörg Þóra Helgadóttir. Jófríður Eva Víum Ragnarsdóttir. Jóna Bergrós Gunnlaugadóttir. Katrín Kristjánsdóttir. Kolbrún Stella Gestsdóttir. Leilani Benítez Tumaro. Lilja Rut Bjarnadóttir. María Florinda da Silva Abraha. Morín Ajing Gaia Ingvarsson. Nína Eldon Geirsdóttir. Ólína Rut Kristínadóttir Rögnvaldsdóttir. Rannveig Ellingsdóttir. Sara Farsana Niyar. Sólveig Katla Magnúsdóttir. Sanný Kristrún Elvar Sigurbjörnsdóttir. Og þá lokið brautskráningu úr sjúkraþjálfarabraut. Og nú fer fram brautskráning kandidata úr hjúkrunarfræði til BS-gráðu og vil biðja Hafdísi Skúladóttur deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Og nemendur gjörðu svo vel að koma hérna upp líka. Þetta heilmikill undirbúningur sem fer hér fram. En hefjum þá leikinn. Agnes Linda Þorgeirsdóttir.
Agnes Ósk Þorgrímsdóttir, A. Lum Guan, hún virðist ekki vera með okkur hér í dag, Alexandra Ágústa Hauksdóttir, Anjali Radsensi, Andrea Huld Jóelsdóttir, Anita Rut Arnþórsdóttir, Anna Rúnarsdóttir, Arna Sif Elíasdóttir, Aron Kárason, Auður Ö. Hlíðdal Magnúsdóttir, Ása Kjartansdóttir hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun. Ásta Marí Stefánsdóttir, Bekriye Silova, Berglind Emilsdóttir, Birgitta Árnadóttir, Birgitta Dröfn Þrastadóttir, Elín Gunnur Anna Sigurðardóttir, Elísa Björg Sindradóttir Hjaltalín, Erna Björg Gylfadóttir, Ester Sól Kristjánudóttir, Eva Björk Eggertsdóttir, Fríður Ósk Kjartansdóttir, Guðrún Ósk Guðmundsdóttir, Guðrún Fema Sigurbjörnsdóttir, Hafdís Smáradóttir, Halldóra Björg Einarsdóttir, Harpa Rún Helgadóttir, Helga María Kristjánsdóttir, Hildur Heba Einarsdóttir, Hrafnhildur Magnúsdóttir, Hrönn Atladóttir, Ingibjörg M. Valmundsdóttir, Jóhanna María Jóhannsdóttir, Jóna Ríkey Vastal Axelsdóttir, Jóna Kristín Einarsdóttir, Jóna Kristjána Hólginsdóttir hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í hjúkrunarfræði. Jórunn Jörundardóttir, Júlí Sóley Björnsdóttir, Júlía Katrín Lárusdóttir, Kara Rún Margrét Júlíusdóttir, Karen Ósk Björnsdóttir, Karin Jóhanna Knútsson, Karin Lind Lúðvíksdóttir. Katrín Þorkelsdóttir, Kolbrún M. Katrínusardóttir. Kristjana Erla Björnsdóttir. Lena Ósk Guðlaugsdóttir, Margrét Lára Harðardóttir.
María Birna Veigarsdóttir Olsen, Mercedes Bóasdóttir, Oddný Halla Haraldsdóttir, Ólöf Erna Guðbjarnadóttir hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun. Ósk Sigurjónsdóttir, gamt stóra högg á milli. Ragnheiður Katrín Þórðardóttir hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í hjúkrunarfræði. Það er viðurkenning það. Rut Benediktsdóttir, Selma Sól Margeirsdóttir, Sigríður Vilborgar Magnúsdóttir, Sigríður Elín Sigurðardóttir, Thelma Ösp Einarsdóttir, Thelma Sif Steinarsdóttir, Tinna Rós Snorradóttir hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan námsárangur í samfélagshjúkrun. Þórey Rut Eyþórsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar eða kandidat aftur ég. Það verður brautskráður kandidat úr viðbótardiplómu í heilbrigðisvísindum, en við höfum verið að lengja námið þannig að þeim fer fækkandi, þannig að það er bara einn kandidat, Guðný María Sigurðardóttir, sem er ekki með okkur í dag. En nú verða brautskráðir kandidatar úr ráðgjöf í málefnum fólks með heilabilunum viðbótardiplóma, en þetta er fyrsti hópurinn sem brautskráist úr þessu námi, sem fer fram í samstarfi við félagsráðgjafardeild HÍ. Og fyrst er Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Birna Sigurveig Björnsdóttir. Björg Jónína Gunnarsdóttir. Erna Kristín Sigmundsdóttir. Fanney Björg Karlsdóttir. Guðrún Lilja Jóhannsdóttir. Jóhanna Mjöll Björnsdóttir. Petra Sif Stefansdóttir og Salka Sif Þorvaldardóttir Hjarðar, en hún er ekki hér. Nú verða brautskráðir kandidatar úr meistaranámi í heilbrigðisvísindum og þau eru Anna Þóra Arnfjörð Þórasdóttir, Berglind Gunnarsdóttir, Björg Eyþórsdóttir og Díana Ósk Halldórsdóttir. Erla Lind Friðriksdóttir, Ester Jóhannsdóttir, Guðríður Erna Guðmundsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í meistaranámi. Heiða Berglind Svavarsdóttir, Hildur Aðalheiður Ármannsdóttir, Katrín Eva R. Guðmundsdóttir,
Kristín Edda Búadóttir, Kristín Júlía Hannesdóttir, Kristín Helga Magnúsdóttir, Kristín Nordqvist Ragnarsdóttir. Eins og Kristínar hafi tekið sér saman að mæta ekki. Liljana Milenkoska. Stefania Guðmundsdóttir. Svava Ósk Þorsteinsson, Þorbjörg Anna Steinarsdóttir, Þóra Katrín Erlendsdóttir. Og þá lokið brautskráningu úr hjúkrunarfræði. Takk fyrir. Nú fer fram brautskráning úr iðjuþjálfunarfræðideild. Ég vil biðja Sólrúnu Óladóttur, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar og nemendur að fara að tygja sig. Nú það brautskráðir kandidatar úr iðjuþjálfunarfræði til BS-gráðu og það fyrst Aðalbjörg Reynis Eðvarsdóttir, Andri Bjarnason, Ásta Bjarndís Þorsteinsdóttir, Ástdís Birta Björgvinsdóttir, Guðrún Mist Þórðardóttir, Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir, Katrín Anna Halldórsdóttir, Katrín Eva Jóhannesdóttir, Laufey Heiða Reynisdóttir hlýtur viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu á Akureyri, Kristni spítala, fyrir hæstu einkunn til BS-gráðu í iðjuþjálfunarfræði. En ég var ekki búinn. Hún hlýtur einnig viðurkenningu frá KEA fyrir hæstu einkunn í grunnnámi á fræðasviðinu. Lísbet Eva Halldórsdóttir, Marta Ellersdóttir. Nína María Arnarsdóttir. Nína Lovísa Ragnarsdóttir, Ragnhildur Rún Vilmundardóttir. Rósana Davúdsdóttir. Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir. Unnur Ólöf Tómasdóttir. Valgerður Hilmarsdóttir. Þórunn María Njúmann. Næsti bunki. Nú verða brautskráðir kandidatar úr iðjuþjálfun til starfsréttinda viðbótardiplomu. Aldís Anna Höskuldsdóttir. Andrea Númadóttir. Berglind Björk Guðmundsdóttir. Emilía Atladóttir. Erla Guðrún Hrafnsdóttir. Eydís Flósadóttir, Guðný Sigurgeirsdóttir og Guðný Árdal Sveinbjörnsdóttir hlýtur viðurkenningu frá Iðjuþjálfafélagi Íslands fyrir hæstu meðalengun í iðjuþjálfun. Ína Ösp Úlfarsdóttir Aspar. Íris Kristrún Kristmundsdóttir, Karlotta K. Briddi, Karolína Pálsdóttir. Kolbrún Ása Björgvinsdóttir, Lilja Dögg Hjaltadóttir. Lilja Margrét Óskarsdóttir.
María Skúladóttir, Marta Karen Vilbergsdóttir, Nanna Daðey Haraldsdóttir, Náttúrún Barbara Kåber, Petra Voge. Rakel Eir Ingimarsdóttir, Rannveig Atladóttir, Sigrún Jóhannsdóttir, Sigrún Erna Þorgeirsdóttir, Silvía Kristjánsdóttir, Særún Birta Valsdóttir, Þórunn Torfadóttir. Og þá lokið brautskráningu úr iðjuþjálfunarfræði. Og þar með allra kandidata í þessari athöfn. Takk fyrir. Gott til hamingju. Hvað er svo gaman að útskrifast? Ég er dauð öfund ykkur. En næst ætlum við að reyna að fá kannski puttan á púlsinn, hvernig ykkur líður. Hún Guðrún Mist Þórðardóttir, kandidat í iðjuþjálfunarfræði, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Guðrún Mist. Kæri rektor, heiðursgestur, starfsfólk, kandidatar og aðrir gestir. Það er mér heiður að standa hér uppi á þessum hátíðlega degi. Í dag stöndum við á mikilvægum tímamótum. Eftir nokkur ár af lærdómi, áskorunum og vinnu erum við loksins komin hingað saman til að fagna þessum áfanga. Ég heiti Guðrún Mist Þórðardóttir og er að útskrifast með BS í iðjuþjálfunarfræði. Ég er fædd og uppalin á Akureyri og eftir framhaldsskóla fannst mér frekar spennandi að flytja heiman og fara annars staðar í skóla. Ég flutti því suður og hóf nám við lagadeild Háskóla Íslands. Eftir tæp 2 ár í borginni tók ég skarpa uppauð þar sem leiðin mína lágu aftur heim og í Háskólann á Akureyri og það er klárlega besta ákvörðun sem ég hef tekið. Fyrsta daginn í skólanum fann ég fyrir smá óvissu og kvíða. Þær tilfinningar voru þó ekki lengi því ég fann strax fyrir hlýju, utanumhaldi og hvatningu frá bæði stúdentum og starfsfólki. Þetta viðmót hefur einkennt öll mín námsár. Hér hefur líka eignast vini, bæði sem eru með mér í iðjuþjálfunarfræðideild, en einnig úr öllum öðrum deildum skólans. Þetta er fólk sem ég vona að verði í mínu lífi til æviloka. Ófáar minningar hafa verið skapaðar innan sem utan veggja skólans með þessu frábæra fólki og er ég ótrúlega þakklátt fyrir það. Þökk sé öflugu félagslífi HA gerði ég ýmislegt sem ég hélt ég myndi seint gera. Strax á fyrsta námsári var ég komin í stjórn Eyrar, aðildafélag heilbrigðisvísindanema og hef ég sinnt störfum innan félagsins þar til núna í vor. Þessi tími innan Eyrar hefur verið með dýrmætur og honum mun ég aldrei gleyma. Þegar ég hugsa tilbaka standa upp úr allir þeir viðburðir sem stúdentafélag Háskólans hefur staðið fyrir. En þar má nefna sprellmótin, árshátíðirnar og seinast en alls ekki síst stóru vísindaferðirnar. Ég hef verið það lánsöm að ganga í gegnum í námsár samhliða Ragnheiði systur minni sem verður að útskrifast héðan í dag úr hjúkrunarfræði. Við höfum stutt hvor aðra í gegnum krefjandi tíma og fagna saman þegar vel gengur. Í dag fögnum við öllu því sem við höfum áorkað. Við sitjum hér í dag og erum nýbúin að fá gráðunar okkar í hendurnar. Við komum úr ólíkum áttum en eigum það þó öll sameiginlegt að hafa náð markmiðunum okkar. Sama hvort þið séu á leiðinni í áframhaldandi nám eða beint út á vinnumarkað, þá óska ég ykkur öllum góðs gengis í framtíðinni. Það eru forréttindi að fá að tilheyra jafn öflugu og framsæknu háskólasamfélagi sem Háskólinn á Akureyri er. Hér starfar fólk sem hefur fagmennsku, hlýju og metnað að leiðarljósi. Ég leyfi mér að fullyrða að allir þeir sem fá að kynnast háskólalífinu hér á Akureyri séu einstaklega lánsamir. Mér langar að þakka foreldrum mínum og fjölskyldu
og vinum fyrir gríðarlega stuðningi gegnum námið. Takk fyrir ferðalagið kæru samnemendur og til hamingju með útskriftina. Takk hérlega Guðrún. Hann einn þeirra sem hefur borið íslenska þekkingu og stjórnunarhæfni út fyrir landsteinana. Ferill hans spannar 4 heimsálfur og áratugi í alþjóðlegum flugrekstri, þar sem hann hefur gegnt fjölbreyttum stjórnunarstörfum við krefjandi aðstæður. Vegferð hans hófst þó hér í Háskólanum á Akureyri. Ég að tala Baldvin M. Hermannsson, forstjóra flugfélagsins Atlanta. Baldvin brautskráðist frá Háskólanum á Akureyri árið 2001 og hefur starfað hjá Atlanta allar götur síðan. Með reynslu úr alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, leiðtoga störfum og stöðugri þróun í starfi Baldvin afar gott dæmi þau tækifæri sem menntun getur skapað. Það því sérstaklega vel við hæfi að hann veiti ykkur, kandidötum, innsýn og heilræði á þessu merku tímamótum í ykkar lífi. Baldvin M. Hermannsson heiðursgestur Háskólaháttíðar í dag. Kæru kandidatar, rektor og aðrir gestir. Takk kærlega fyrir þann heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag. Það vísu ákveðið vonbrigði að fá ekki að fara með ræðina 4 sinnum eins og Bogi, en ég reyna að horfa fram hjá því. Það verður að viðurkennast að það með eilítilli öfund sem ég horfi hérna fram í salinn í dag og horfa á þennan glæsilega hóp sem að útskrifast núna í dag frá Háskólanum á Akureyri. Framtíðin blasir við ykkur, tækifærin eru endalaus og heimurinn bíður ykkar með útréttan faðm. Mikið óskaplega verið til að vera í ykkar sporum, spóla nokkur ár aftur í tíman og geta upplifað alveg upp á nýtt öll þau ævintýri sem að lífið hefur upp á að bjóða. Fyrir 25 árum síðan var ég í nákvæmlega sömu sporum og þið. Sitjandi á stól, hlusta á mig skemmtilega ræður og bara bíða eftir því að komast út og byrja að fagna og skemmta mér með mínu allra nánasta fólki. Svo ég skal reyna að hafa þetta tiltölulega stutt. Ég verð að viðurkenna að ég varð hissa þegar Áslaug rektor hafði samband og bað mig að koma hérna í dag og segja nokkur orð. Fyrir það fyrsta, þá finnst mér ekki nógu gamall til að standa hérna í dag. Í endurminningunni þá voru það hálfgerð gamalmenni sem að stöluðust upp á svið og héldu ræður. En verandi orðinn 55 barna faðir þá get ég víst ekki þrætt fyrir aldurinn. Enda segir einn sonur minn að ég mestalegi svona góð 30% eftir. Og ég ætla að vona hann hafi reiknað það vitlaust. Eins ég ekkert svo viss það að allir mínir gömlu góðu kennarar hefðu endilega átt vonað að sjá mig hér í dag. Það kannski ekkert skrítið því að ég gerði þau mistök í gær að renna yfir einkunnarspjaldið góða og það verður kannski viðurkennast að það var ekkert allt sem að glæsileg lesning. En ég hef hins vegar sem betur fer komist að því að einkunnarspjaldið eitt og sér segir ekki allt. Enda hefur enginn beðið afrit af því á þessum 25 árum síðan ég útskrifaðist, sem betur fer. En það svo margt annað dýrmætt sem ég hef tekið með mér út úr náminu hérna við Háskólann á Akureyri. Hluti sem ég kannski endilega áttaði mig ekkert á þá. Fyrir utan góða bóklega menntun og eftirminnilega kennara bauð háskólinn upp á eftirminnilegt umhverfi til þess að þroskast, rökræða og líka bara hreinlega til þess að læra að vinna. Stærð skólans og nándin sem hefur skapast hérna á milli nemenda og kennara líka eitt stærsti kostur þessa stunda hérna nám, sem ég held að þið þekkið öll. Ekki spilti líflegt félagslíf háskólans fyrir neitt, enda gat gleðistundum tekið smá tíma frá náminu. En þar myndaðist líka vinátta, tengsl fyrir lífstíð. Svo verið duglega að rækta þessi bönd þegar þið hverfið hérna frá skólanum, því að góða vini ekki hægt að meta til fjár.
Góð tengsl háskólans við atvinnulífi hérna fyrir norðan, vísindaferðirnar og verkefnin sem að unnin voru í samstarfi við fyrirtæki hérna í bænum voru líka ómetanleg fyrir unga mann sem var að reyna að finna út úr því hvað hann ætlaði að verða þegar hann yrði stór. Það er reyndar spurning sem ég er ennþá að glíma við, eins og kannski margir aðrir hérna inni. Ég var nefnilega ekki ákveðnar en svo að ég skráði mig upphaflega í kennaranámið við háskólann. En eftir langa andvökunótt og miklar pælingar framtíðina hringdi ég klukkan 8 að morgni fyrsta skóladags á skrifstofu háskólans. Þar tók hlýleg kvenmannsrödd á móti stressuðum nýnema, hló góðlátlega að mér, en kom mér svo fyrir í lausu plássi við viðskiptasviði, þaðan sem ég lauk svo námi. Ekki það að ég þetta hefði kannski engu máli skipt af hvaða braut ég hefði útskrifast, vegna þess að innan allra deilda háskólans að finna einstakt fagfólk sem brennur fyrir velferð nemenda og ég er nokkuð viss að þau höfðu öll geta komið mér til manns. Eitt af mínum 3 námsárum var tekið við viðskiptaháskólann í Vínarborg og fyrir áherslur og alþjóðatengsl háskólans á Akureyri verði ég ævinlega þakklátur. Fátt kemur okkur hraðar til vits og vonandi einhvers þroska en að flytjast út í heim og stunda nám í stórum hópi alþjóðlegra nemenda. Það er lífsreynsla sem ég bý enn að í dag og ég vona flestir eigi eftir að upplifa. Life is what happens while you're busy making other plans, sagði John Lennon einu sinni. Og eins og svo oft áður í sinni fallegu textagerð, þá hafði hann hárrétt fyrir sér. Munið þessi orð, því lífið er núna og það fer aldrei eftir einhverju fyrirfram ákveðnu plani. Og ef ég mætti gefa ykkur eitt einasta ráð, þá væri það þetta, að segja oftar já heldur en nei. Ekki hika og grípið öll þau tækifæri sem ykkur gefast á lífsleiðinni. Ef þið þorið að segja já, þá getur lífið verið eitt risastórt ævintýri sem enginn veit hvert leiðir. Það er auðvelt að segja bara nei og taka ekki sénsinn, en hverju getur þið verið að missa af? Þegar ég útskrifaðist var ég eins og svo margir aðrir á þessum tíma kom með vinnu í banka. Mig óraði ekki fyrir því að nokkrum mánuðum síðar yrði ég komin í vinnu í Sádi-Arabíu hjá flugfélagi sem ég hef aldrei heyrt talað og þvílíkt ævintýri sem að þessi 25 ár hafa verið. Ég hef aldrei trúað því að 3 mánaða starf sem ég sagði já við, nánast fyrir tilviljun, myndi leiða mig til Hong Kong, Dubai, Kína, Nígeríu, París, London, Malasíu, New York og fjölmargra annarra spennandi staða. Það hefði verið miklu auðveldur að segja bara nei og mæta bara í bankann. En hverju hefði ég mistað þá? Kæru kandidatar, Háskólinn á Akureyri á stóran þátt í minni vegferð í gegnum árin og fyrir það verði ég ævinlega þakklátur. Þið standið á merkum tímamótum í dag og ykkur standa hreinlega allir vegir færir. Ég veit að skólinn hefur gefið ykkur gott veganesti út í lífið, en það er undir ykkur komið hvernig þið spilið úr því. En með góðri blöndu af ævintýra þrá, óttaleysi og dugnaði, þá standi ykkur allar dyr opnar. Gerið allt í lífinu vel, sama hvort að það er í frekara námi, vinnu eða bara í leik með ykkar nánustu. Það eru nefnilega tengsli við fólki í kringum okkur sem gefur lífinu raunverulegt gildi. Munið, mikilvægt, að lífið er of stutt þess að ekki gaman. Því fyrr en varir, þá gætu þið enda sem miðaldra ræðumaður upp á sviði sem hefur ekki hugmynd hvernig hann endaði hér. En þessi fallegi dagur er dagurinn ykkar, farið út og njótið hans. Verið stolt af þessum áfanga því að þið eru sannarlega búin að vinna inn fyrir þessu. Þorið að taka sénsinn og segja já frekar en nei þegar lífsins tækifæri banka á dyrnar. Þið vitið nefnilega aldrei hvað eitt lítið já, hvert það getur leitt ykkur. Innilega til hamingju með daginn
og takk kærlega fyrir mig. Já, talandi að segja alltaf já. Næsta á dagskrá einstaklingur sem ég segi alltaf já við. Það hún Sigrún Stefánsdóttir, samkennari minn í ljósakamiðlun hérna í Háskólanum á Akureyri, en hún líka formaður góðvina Háskólans á Akureyri og hún mun nú veita heiðursviðurkenningu góðvina. Gjörðu svo vel, elsku Sigrún. Kæru kandidatar, ágæti rektor og aðri góði gestir. Fyrir hönd góðvina Háskólans á Akureyri óska ykkur innilega til hamingju og auðvitað líka fyrir mína hönd. Þetta merkur áfangi og nú eru spennandi tíman framundan og ég segi nú bara eins og aðrir hafa sagt ég vildi vera í ykkar sporum. Skúli nefndi að við tengjust, ég tók við eiginlega sem fósturmóðir hans. Kenndi honum ég fyrst og vildi svo alls ekki sleppa honum þannig að nú kennum við saman. Það engin leið að losna við mig hérna í skólanum þegar var ekki hægt að nota mig lengur vegna aldurs sem sviðsforseti. Þá ég venjulegu stundakennari og svo núna tók ég að mér að vera formaður stjórnar góðvina. Og hér ég þess vegna. Þetta eru samtök sem hafa starfað í 20 ár eða rúmlega það og þegar ég tók við þá vildi ég að hlutir fara að gerast. Þannig að við höfum verið að því í vetur að reyna að efla starf góðvina og gera samtökin sýnilegri. Og þess vegna ég eiginlega hér upp á palli til þess að biðja ykkur að gerast góðvinir. Við þurfum fleiri með okkur til þess að gera þessi samtök öflug og virk. Í umslögunum ykkar eru lítill blaðsnepill með upplýsingum góðvini og þar útskýrt hvernig þið geti gerst góðvinir. Og líka þið hinn sem ekki eru með útskriftar umslög, þið geti líka orðið góðvinir. Það geta allir orðið góðvinir Háskólans á Akureyri. Meðal þess sem við höfum verið að gera í vetur að auka tengsl eða bæta tengsl Háskólans við samfélagi hér í bænum og við höfum verið með fyrirlestra og við köllum það opið hús og meðal þeirra sem hafa komið og sagt já einmitt Skúli. Fyrsti fyrirlesturinn sem við vorum með í opnu húsi var netöryggi. Síðan höfum við fjallað líka það að sambúð fólks við starfslok. Við höfum fjallað heilsu, næringu og hreyfingu og við byrjum aftur núna í september með opið hús og ég bara hvet ykkur til að mæta. Þetta ókeypis og allir geta komið. Við erum líka skrásögu skólans, þannig að mér fannst áhugavert að þú hafi tengst skólanum áður vegna þess að við erum einmitt að leita fólki út í samfélaginu eða bara hvað sem í heiminum sem hefur útskrifast hérna frá Akureyri og byggjum þau að segja okkur sögu sína. Við köllum þetta veganestið og nafnið eiginlega augljóst hvaða nesti fór fólk með út úr þessum skóla þegar það kvaddi. Og þetta á netinu og við erum þegar komin með margar góðar sögur, þannig ég hvet ykkur til að lesa þetta. Kannski kemur ykkur líka að þið segið okkar sögu á netinu hér undir veganesti. Samtökin líka styrkja alls konar verkefni sem tengja skólanum og við höfum veitt nemendur viðurkenningar fyrir það að vera virk í félagslífi, vera virk í nefndum skólans og taka þátt í kynningu á opnu húsi og öðru. En á næsta ári á skólinn 40 ára afmæli og við erum með stór áform hérna við í stjórn góðvina. Við þykjumst alltaf tvöfalda fjölda góðvina. Þannig að við þurfum virkilega á ykkur að halda og það einfalt að gerast góðvinur í leiðbeiningarnar í umslaginu og fyrir ykkur sem ekki með umslag þá farið bara inn á vef skólans, það unag.is, leitið á góðvinum og skrá ykkur. Það tekur 1 mínútu. Og okkur munar hvert félag. En aftur innilega til hamingju með daginn og takk fyrir mig. Já, ætlum við að gerast góðvinir, þið munið svarið, það var að sjálfsögðu já.
En núna að koma hinu augnablikinu sem allir hafa eflaust beðið eftir og það að nú styttist í að við mögum aftur taka upp símana og fara að taka upp myndir. Brautskráningu kandidata, hjúkrunarfræðideildar og iðjuþjálfunarfræðideildar nú að ljúka. En við munum gleðjast saman og taka á móti kandidatum og öðrum gestum hér í miðborg. Ég vil hvetja ykkur til þess að nýta myndaboxin og það væri alveg gaman ef við myndum deila gleðinni á samfélagsmiðlum og nota myllumerkið Háskólahátíð. En nú göngum við út úr salnum. Fyrst fara rektor, heiðursgestur og sviðsforsetar. Þar á eftir þá ætlum við að ganga út svona eins og í kirkju. Fremsta röðin fer fyrst og svo koll af kolli. Alla leiðina út í sólina og ef það ekki sól þá bara með sól í hjarta. Ég vek athygli ykkar á því að kandidatar völdu sjálfir útgöngulagið. En fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég og kandidatum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl.